Velkomin í að vestan. Í kvöld ætlum við að kíkja með ykkur á Antík á Akranesi, hátíð sögu og bóka í Stykkishólmi, dalabændur á loðnuvertíð og í lokin hittum við svo hann Jón. Kristbjörg vinnur sem landslagsarkitekt á virkum dögum, en helgar opnar hún ásamt manni sínum Björgvini skandinavískan markað í bílskúrnum þeirra á Akranesi. Þar oft margt mannin og skemmtilegt mannlíf. Svona akkurat eins og markaðir eiga að vera. Hvernig byrjaði þetta ævintýri hér í skúrnum? Það byrjaði með miklu söfnunar áratu okkar sem eigum þetta, okkur hjóna. Við byggum í Danmörku og vorum alltaf að uppgötva það að við getum keypt notaða hluti fyrir lítinn pening. Og þegar við fluttum út fórum við bara með fötin okkar og eina tölvu og borðstofuborðið, en við gátum keypt inn í innbúið til að geta lifað þarna. Bara allt á svona mörkuðum. Þannig við fórum að uppgötva þessa markaði sem voru til staðar sem við gátum að kíkja á og fórum að jafnvel að fara á uppboð og fylgdu okkur alltaf dót sem að við vorum ekkert að endilega sækjast eftir sjálf. Heldur kom það bara með heim í kassa, engu hent. Og þegar við fluttum heim eftir eitt rúmt ár, frá því að vera að fara út með eitt bretti, þá fórum við heim með 84 flutningskassar sem var einn stór gám pluss húsgögn. Og það voru margt af hluti sem í rauninni fóru bara í geymslu, þetta var ekkert okkar dót, við áttum hula búsla hérna heima. Og við hugsaum, já, við getum einhvern tímann komið þessu, aðrir geta notið þess, ekki að henda, heldur bara tökum þetta með og aðrir geta notið þess. Þannig byrjuðum við smátt, vorum með, þetta ekki bara geymt hérna inni, fórum á nokkra markaði, vorum pöntur endar, vorum hérna á Ískundögum, fórum bara með svona... Þá voru það að selja á mörkuðum hérna? Já. Fórum bara með nokkra kassa með okkur og völdum eitthvað, fórum í Garðinn, Borgarnes, Reykjanesbæ, Ljósanótt, og beðin að koma, þetta var eitthvað svona antíkfólkið á Akranesi. Og þetta var skaman, það var æðislegt. Og svo fórum við að hafa opið hér, þetta var að krafa fólksins, það spyr eftir þessu, að hafa opið fyrir jól, meira heldur en að við séum bara kannski með Ískundögum eða eitthvað slíkt. En svo þegar við fáum fyrirspurnir að hafa opið fyrir jólin, þannig að fólk hafði áhuga að koma til að kaupa jólagjafir, að nota hluti jólagjaf sem var alltaf nýtt að hugsa að fólk var að gera það. Það var safnaðarnir sem að óskuðu eftir einhverju og þá gæti komið hingað og sent fólk hingað að kaupa fyrir jólagjaf. Þannig að við byrjuðum á því og eftir það þá var bara ekki bara að hafa opið meira. Jú, ok, við skulum hafa opið einu sinni í mánuði. Við prófum það. Og þá þegar ég var búin að segja það, þá kom fólk fyrstu helgin í janúar, 2. janúar eða eitthvað, nýársdag lágið og við vorum ekki opið fyrstu helgin í janúar. En það var þá fyrstu helgin í febrúar. Og í rauninni gerðist það svo hratt að það var alltaf lítið að vera með opið einu sinni í mánuði. Þannig að við vorum með 2 sinni í mánuði og það var líka alltaf lítið. Það var alltaf mikið fólki sem kom og áhugi var svo mikill og forvitnin, bara að fá að skoða og hvað þetta. Þannig að við endum með því að vera allar helgar, bæði laugardag og sunnudag og það eru komin 2 ár. Og vöru úrvalið eykst alltaf meir og meir. Það var ekkert svona mikið hérna inni fyrst þegar vorum að gera þetta. Ég sé myndir frá þeim tíma, þá bara já, ok. Vöru úrvalið, talandi það, hvaðan fáið þið vörurnar? Uppistaðan frá Danmörku og við leitum svolítið í svona skandinavískt yfirbragðamarkaðum og fólk segir það líka sem kemur hjá Danir fyrir að koma hérna, finnst þið bara að vera komnir í danskan markað, þetta sé bara þannig yfirbragð. Og við veljum náttúrulega helst tímabil 70, 60, 70, framundir 80 því að það er náttúrulega líka að verða, koma inn aftur til tíska og þetta er lífstíl og litir og plast að detta út, fólk að nota gler undir alla vörur. Þannig að það er alls konar bara trend í gangi og við viljum að fylgja því. Farið þið út og sækið dót og flyttið heim, eða hvernig gengur þetta fyrir sig? Já, við reynum að fara 2 ári, 3 ári, eftir hvað við getum bara. Hvernig ganga þær ferðir fyrir sig?
Þær eru erfiðar, en við erum búin að mynda upp svona ágætt tengsl. Við höfum aðgang að vörulegurum og samtökum sem eru að safna upp gamla dóti til að dreifa í verslanir sem eru second hand búðir. Þannig við fáum að fara inn á svoleiðis svæði sem þá miklu auðveldara. Og svo náttúrulega fyrir okkur sjálf fyrir við líka markaði. Eru þið á einhverjum atvinnum að passa það? Já, Íslendingarnir eru komnir. Það hefur svolítið verið þannig. Við höfum séð hvað við erum að gera, séð áhuga við höfum og finnst það bara svo frábært. Geturðu fest hendur á það? Hvað það sem að gerir markaði skemmtilega? Það fjölbreytileikinn. Það bara að þessi nógu mikið, það sé ekki bara allt og lítið og finnur ekkert sem höfðatíðin. Mér finnst voða leiðilegt einhver kemur hingað og finnur ekki neitt. Þá markaðurinn ekki eins skemmtilegur og ég vil hann sé. Og ég veit alveg að það er ekki alls sem smekk og ég, en við höfum alveg fengið að heyra það að við séum rosalega flink að raða saman og taka inn hluti erlendis frá. Sérstaklega frá fólki sem í kvikmyndum og leikstjórn, við lánum og leigjum út dót. Við höfum ekki bara að selja, við höfum líka að lána. Og margt hér, við höfum alveg fyllt hér heilu sendibíla sem að fara héðan og lánað út í kannski 6 mánuði, svo kemur það bara hingað aftur og fer í sölu. Þannig fólk að kaupa bolla sem að einhverjir frægir hafa drukkið í einhverju bíómynd með kaffinu í. Þið hafið líka það ekki útvegaða veitingarhúsum alveg bara frá A til Ö nánast bús? Mjög mikið. Við höfum verið með veitingastaði sem við höfum bara keypt inn fyrir. Og síðan hafa veitingastaðir hér bæði hér á Akranesi og Vesturlandi, Vestmannaeyjar, Dalvík. Þeir versla hér mikið. Ekkert mál að þekkja, þegar þið farið á svona markaði, ekkert mál að þekkja verðmæti frá hinu, eða sem sagt þekkja það sem inn núna og kannski gefur ykkur mesta framlegðina eða hvernig, að þekkja bara hreinlega hvað þetta framleitt og þú veist, hvað verðgildi hlutarins er? Nei, ekki lengur sko. Ég var að fljóta að skanna hvað það sem skiptir máli, hvað það sem bara það sem gæðavara og í tímabilið, eftirlíkingar þekki ég alveg leið, maður er fljótur að lesa til og málsetningar. Þú getur verið með eftirlíking af einhverjum eittalavasa en þú veist að eittalavasin er 0,5 sentimetri lægri heldur en þessi sem ég þekki máastæli. Já, það er enginn að stæla það er ekki málið. Það er svona vasar og svona sem eru bæði Hólmugard og sænsk gler og eittalavörurnar, það er oft verið að gera það sama til sem IKEA. Mjög svipað, en ég þekki alveg munn á því, ég sé alveg munn á glerinu sko. Það er bara reynslan? Já, þetta er bara reynsla, við erum búin að vera lifa og hægrast í þessu í 20 ár, þó svo þetta hafi ekki verið upp í þessum skúr hérna í 20 ár, þá erum við sjálf búin að vera velta þessu fyrir okkur í 20 ár. Íslendingar þurfa ekki að hafa áhyggjur af íslenskunni, ekki meðan valkyrur eins og þær sem standa að baki í Júlíönu, hátíð sögu og bóka, standa vaktina. Á hátíðinni tekst heim að fá enga og opinbera aðila til að vinna saman að því að upphefja íslenskt mál, bæði í ræðu og riti, já og jafnvel rappi. Við settumst niður með 3 af þeim og fengum að heyra meira. Júlíana hátíð sögu og bóka. Þetta er hugmynd sem að Greta Sigurðardóttir, sem er svo 4. í þessum hóp og vantar, hún er stödd í Reykjavík og getur ekki verið með okkur hérna núna. Hún átti þessa hugmynd. Hún er einn af eigendum Hótel Egilsen hérna í Stígshólmi og þetta kviknaði, þau kalla það hótel, Sögubókahótel. Já, sögubókahótel og svona í tengslu með það þá datt henni þetta í huga að koma á fót einhvers slags svona hátíð. Svo hún svona fekk okkur með sér í þetta og það voru náttúrulega við allar sem að mótuðum alveg hvernig hún yrði þessi hátíð og þetta er 5. hátíð núna daginn sem var haldin og bara hefur verið ótrúlega skemmtilegt. Við vissum, það var ekkert ákveðum héti Júlíana þá, þetta var hugmynd sem kom bara, við fórum náttúrulega að velta fyrir okkur nafni. Já, hvað hann ætti að heita. Og hvað hann ætti að heita. Og þá kom upp þessi hugmynd að kenna hana við þessa, við vorum með það strax í hvað fyrsta hátíðin yfir helguð konum. Er það ekki rétt með það? Jú, já. Konunni í bókinu og konunni sem rithöfundi. Já. Og þá datt okkur í hug þessi kona, Júlíana Jónsdóttir, sem er fædd 1838 í Borgarfirði
og bjó nú víðar en flytur síðan og býr hér býsna lengi fram í Rauðseyjum. Og síðan flytur hún hingað í Stykkishólm og vinnur hér hjá Árna Thorlaciusi sem átti norska húsið og mikil merkismaður hér í bæ. Og hann og sonur hans, þeir voru svona menningarforkólfar hérna í bænum miklir. Og hún semst vinnur hjá Árna og hann eiginlega svona uppgötvar hana, má segja. Við hvað var hann að vinna? Já, fyrir það að hún ljóðskáld. Og sagan segir að hann hafi hjálpað henni að koma út þessari ljóðabók sem hét Stúlka. Og það fyrsta ljóðabók sem gefin út á Íslandi af konu. Þeir eru búin að halda hátíðina 5 sinnum og það alltaf eitthvað þema. Hvernig veljið þið þemað og hvaða þema hafa verið? Sko þetta hefur nú bara svona sprottið út frá einhverjum pælingum hjá okkur og líka hvað skemmtilegt að fjalla Ég man nú ekki, við byrjuðum á, það var bara konan í íslenskum bókum sem höfundur eða sem persóna. Annað ári var, minnið hvernig þetta var? Þetta áttuðum manni alveg hvað maður... Já, við erum alltaf Þetta síðustu 2 árin. Við höfum verið með, þá lásum... Við vorum með Glæpur og misgjörðir. Glæpur og misgjörðir. Já, Glæpur og misgjörðir. Já, og svona... Eitt ári var svona ævisögur, minningar. Endum minningar hétt yfirskrift 1 og 2 og svo kom 4. Svo kom þarna, en hvað það var skrítið, þá fjöllum við svona, já, það sem að fjalla svona fólk sem fór ekki svona trónaslóðir. Við orðum það þannig sem batt ekki baka sína sömu hnútum á samferðamenninni. Já, og svo síðast vorum við með þorpið. Og við höfum alltaf fengið ótrúlega mikið af flottum rithöfundum. Alveg stórkostlega, bara eiginlega öll okkar bestu skáld höfum við fengið og það hefur eiginlega enginn neitað okkur. Í einhverju tilfelli var einhver sem gat bara ekki komið en fólk hefur verið tilbúið að koma á þessa litlu hátíð. Ná voruð ekki að segja mér að þeir sem hafa komið hafa iðulega hlotið eitthvað verðlaun síðan hérna í kjölfarið. Já. Við höfum sest niður alltaf á haustið til þess að velta fyrir ykkur svona vænlegum þema til að taka fyrir og það hefur oftar en ekki orðið þannig að við erum búin að velja þemað og höfum svo samband við rithöfundar sem okkur finnst falla að því að þá, og þeir hafa eiginlega alveg sagt allir já, takk og mætt í febrúar, en svo bara kemur jólabókaflóðið og bókmenntaviðurkenningar og þá bara okkar fólk að dúkka þar upp. Svo fengum við núna þetta árið, þá fengum við rappara sem heitir Atli Sigþórsson og hann kallaði sig Kött Grá P og kom og vann hérna með krökkunum í skólanum, unglingunum í textagerð og það var á föstudagsmótni í Gömlu kirkjunni, full kirkja á krökkum sem höfðu sett saman texta og lásu upp. Svo fengum við Gunnar Helgason í fyrra, hann kom með, þá vorum við með hátíðina sem snerist svona hvað það skrítið, kalluðu hana og þá kom hann með bókina sem var nýútkomin sem heitir Mamma Klikk og börnin gerði sem persónur úr sögunni og hann var með krökkunum í kirkjunni og sló í gegn þannig að þetta tengingar út í bæ, mjög skemmtilegar. Tökum aðeins bókina og söguna núna í heimi, í þessum stafræna heimi sem við lifum í. Hvað þykir ekkert svona fornar með að vera með hátíð sögu og bóka? Við höfum aldrei verið taldar fornar, það? Það held ég ekki, sko. Það held ég ekki, þetta höfðar náttúrulega oft, sko, það vantar oft, þess vegna hefur reynt kannski að fara í skólan og höfða til krakkan á einhvern hátt. En við erum náttúrulega líka með annað sem að byrja hér alltaf í janúar hvert ár og það leshópur, þar sem við tökum fyrir eina bók sem er svo tekin fyrir hátíðinni, þar sem höfundur kemur á hátíðina og lesum hana í hóp á Hótel Elsa, sittum þar á mánudagskvöldum og förum í gegnum eina bók. Á íslensku má alltaf finna svar og orðasport og smátt sem og var og húnaorð sem geyma gleð og sorg gamalt líf og nýtt í sveit og borg. Sauðfjárbændur þekkja tarnavinnu og sauðfjárbændur þekkja vöku. Það því kannski ekki tilviljun að loðnufrystingin á Akranesi að miklu leyti mönnuð af sauðfjárbændum úr Dölunum. Við hittum á Arnar sauðfjárbónda og starfsmannastjóra loðnufrystingar og spurðum hann hvort sauðfjárbændur væru að hita upp fyrir sauðburð. Hvað eru mörg sauð í því? Þú ert í grunninn sauðfjárbóndi? Já. Úr Dölunum? Jú. Hvað ertu með margt fjár þar? Herði, ég með rúma 500 kindur. Já. Og Einhverja hluta vegna skólaði þá land hérna á Akranesi og þú tókst yfir frystingu loðnu. Já, ég lendi því 2000 að
fristitórulandanir og svoleiðis og það axlaðist þannig, það voru náttúrulega loðnuvertíðar líka til 2005 með Djúpaklett sem er fyrirtæki sem var með þetta. Síðan var ég svona platar árið eftir og kom með nokkra kalla og það vatt upp á sig. Þeir voru 6 þá held ég, en við erum, ég er með 34-5 störf núna, sólarhringsstörf. Getur lýst ferlinu kannski bara aðeins fyrir mig? Byrjum að bara kemur skip að landi og það er dælt hérna í gegnum og flokkað kallinn frá og kettlinguna sér og það er skorið, það er kettlingin skorinn. Og það er hrygnan skorið náttúrulega. Og það er allt snýst þetta hrognin í henni, eða ekki? Jú, og hrognin tekin frá og hreinsuð og sett í kör og látið dreina í 24 tíma og síðan það fryst. Mannauðurinn sem þú sækir í hefur fengið með þér, það hafa miklu leyti til verið dalabændur. Jú, þetta alltaf í upphafinu var þetta þannig, síðan hefur svo sem það var bændur úr Dölunum sem komu með mér í þetta og alltaf hefur verið líka í Djúpaklett áður sko. Það er alltaf undi upp á sig og börnin þeirra og bráðum barnabörnin. Við erum verið svo gamlir. Fyrir að koma með ykkur í þetta. Hvað akkur sauðfjárbændur úr Dölunum? Já, það er náttúrulega kannski bara, ekkert mikið kannski svona uppgrip þar. Þannig að kannski þótti þægilegt að geta komið hérna. Þetta er hentugur tími fyrir sauðfjárbændur. Vera í burtu í hálfa mánuð í mars. Rosalega góð æfing fyrir sauðburð, svona í vaktar. Já. Hitu fyrir vökutíma. Sofa lítið og maður er svona rétt búinn að ná svefni þegar sauðburðin byrjar síðan. Það er fryst allan sólarhringinn? Jú, það er fryst allan sólarhringinn meðan það er hráefnið til. Heldur að bændur séu góður hópur til að leita til í svona akkordsvinnu, í svona tarnavinnu? Jú, þeir eru vanir þessu eins og í sauðburði og heiskap og öllu, þannig að það er bara, ef eitthvað stendur til, þá verður bara að vaka og sofa og þannig, það er ekkert hægt að vera slugsa við það. Við slugsum bara öðrum tímum. Hver er það sem er að kaupa loðnuna? Það er náttúrulega svona mest Japanar, allan að þeir eru svona hrifnastir þannig. Þetta er rosalega dýrmætur afli, þetta skiptir þjóðarbúið miklu máli. Jú, þetta skiptir það miklu máli. Það er gott að gott fólk sem kemur og græjar þetta. Hvað heldur þú sért með marga hérna úr Dölunum? Það er ábyggilega svona 15-20 svona með bændur og þeim tengt. Bændur og börn? Bændur og börn. Já, ok. Þetta væri stór vinnustaður ef hann væri staðsettur í? Já, það er það sko. Þetta er alveg nokkur heilsástörf ef þú tekur tímafjöldan og í Dölunum sko. Veistu hverju þetta er að skila heim í hérað? Ekki nákvæmlega sko, en það er alveg góð uppæð sko. Það er þannig. Já, sem að munar Já, sem að munar bændur Það eru ný og ný fjárhústök að rísa hér og þar sveitir landsins. Menn kaupa allan áburð og svoleiðis. Já, nú hverfa þá 10-15 bændur af búunum sínum í Dölunum og ekki eru kindurnar bara í reiðileysa meðan? Nei, það er nú oft sagt að það er nú meira alveg á konunum heldur en okkur hérna, allan ekkert minna. Það eru náttúrulega sumar hverja kannski í annari vinnu líka og síðan eru að gefa kindunum á kvöldin og fram að nætur og svoleiðis, þannig að það er mikið álag á þeim. Getur þú lýst fyrir mér kannski svona andrúmsloftinu hérna? Hvað er það sem gerir verkið? Akkur mætur aftur og aftur? Akkur er þetta ekki bara kvöl og pína? Það er nú bara þannig hjá sumum að þegar vertíðin er búin að þeir eru farin að bíða fljótlega eftir næstu. Það er bara, þetta er eitthvað sem og það er, það sést alveg á manni þegar það fer að styttast í vertíð, sagt heima sko. Er það félagsskapurinn og? Já, fólk hefur, það er skemmtileg félagsskapur hérna og þetta er mjög góður andi í hópnum, hefur alltaf verið. Lumar á okkur í skemmtisögu á vertíð? Já, ég lum á mörgur skemmtisögum, en það er náttúrulega engar birtingahefðar. Engar sem maður mætti segja frá í sjónvarpi? Það er bara... Það væsir ekki heldri borgarann í Snæfellsbæ. Því fengum við að kynnast þegar við heimsóttum Jón handverksmann. Já, eða fiktara eins og hann kýs að kalla sig. Ætlaði að vera löngu hættur að vinna, en allir sem hætti mig vita hvað ég get aldrei verið í kjör og það verið alveg gjörsamlega vonlaust að ætla sér að ég færi að hætta að vinna en ég væri búinn að finna mér eitthvað sem ég ætlaði að fara að gera.
Ég fann ekkert hvað ég ætlaði að vera að gera, svo allt í einu fann ég það og það var fyrir tilvílun. Og við þetta var handursátt í Eyjafirði og fór að spjalla hér við 2 menn og annar gera hér. Það eru báðir snillingar hvor sínu fæi og aðra er að datt í hug að hringja mig haustið og vita hvort að ég vildi koma að prófa að fara á námstíð. Það í útskurði. Mér datt nú aldrei í hug við tölum þetta saman sem í fíflaskap að það nú í alvörunni og einhverjum dytti eitthvað í hug í alvöru. Ég hef oft búin að sjá svona fallega hluti en mér aldrei dottið eitthvað í hug í alvöru. Ég geti búið svona til. Nei, hvað ég sko, hún kann það ekkert og ég fór að prófa. Eftir ég var búin að fara einu sinni í 1 tíma hjá honum, þá sagði ég upp vinnunni, sagði ég hörðu, hættur, nú veit ég hvað ég ætla að vera að gera. Já, nú er ég hættur áramót. Enga síður bara, það bara 2 ár síðan þú hættir í vinnu. Já, bærinn var svo elskulegur að leyfa mér að halda áfram bara til þess að ég ekki öðrum til vandræða eitthvað staður í hérna, þannig að þá fékk ég að vera áfram, hann var til að mynda ætti ég að fara að hætta og helga mig þessum. Þú sagði mér áðan að þú notast lítið við vélar eða svona minna heldur en gerist og gengur, eða ekki? Ég nota helst ekki vélar, og alls ekki útskurðin, það er bara kannig. Það er eitt af því sem maður eiginlega fyrsta sem maður lærir var að nota járnin og það var að koma á áferð sem maður vill hafa á þessu, ekki sandpappír, ekki neitt svoleiðis og tíminn skiptir engu máli. Það er útkoman á verkinu sem skiptir máli en þetta er bara dagrakstytting og tíminn skiptir engu máli. Maður er oft lengi með það sem maður að gera og það ger ekki til, manni leiðist ekki neitt. Ég sá rosa flotta penna eftir þig. Heyri minn. Já, hvernig kemur þessi pennaframleiðsla þín? Já, hún kemur bara þannig að ég var að skoða eitthvað á netinu sem heitir Rennibekkin og þá rakst ég á svona penna og byttur pennar. Ég var hinn að geta þetta, þá hlýti ég að geta þetta og þá flutti ég inn fáinn svona eindögg að búa til penna. En svo kannski svolítið erfiðleikabundið að flytja inn frá Bandaríkjunum svona penna. Og þegar gallinni sá að þeir vildu helst ekki selja mér með svona 1000 stykki og 1 gám af pennum og það gengur ekki. Innvolsið í pennana? Já, innvolsið í pennana. Já, okay. Þannig að ég hef keypt það í handverkshúsinu og reyndar flutt inn frá Bretlandi þar sem ég hef ekki getað fengið þar. Og það er ekkert slór sem þú ert að flytta inn, þetta er semst að taka inn í pennana, er þetta ekki sama á þessir flottustu pennar? Jú. Þetta er sama á þessu flottustu pennar. Og það er Parker hérna? Já, þetta er Parker. Akkurat. Þetta eru mjög flotti pennar. En hvað er það sem þú setur utan á þá síðan? Aðalega íslenskt birki. Ég yfirleitt nota aðalega íslenskt birki. En þú ert líka að berða svolítið mikla virðingu fyrir þeim efni við sem þú ert með. Þú hendir eiginlega engu og býr til listaverk úr. Maður hendir engu vegna þess að það er hægt að nýta svo mikið af því sem við erum að henda í dag, en til þess þarf einhver að nenna því. Sko það nýtir sér ekki sjálft, en það þarf einhver að nenna því, að búa til eitthvað úr því. En við erum að henda og brenna timbri sem við vorum gráðugur í þegar ég var að byggja. Þegar ég og kona mín vorum að byggja hús og reyndi maður að nýta allar þær spýtur sem maður fann og annað þess að þar. Núna, þetta er bara hend og þetta eru bara eftir tímar. Þetta eru bara litlir kubbar, eins og ég sagði þér, þá kann maður að teikna þetta svona, síðan byggja til kubba í stíl við þetta og svo er þetta límt saman. Og þegar ég er búinn að líma þetta saman, þá setur maður þetta í Rennibekkin eða sker út í það, það er hægt að gera það líka og þá fer maður að búa til eitthvað úr því. Þetta er raunverulega til þess að nýta kubbana. Þá erum við að gera nákvæmlega saman sem ég er að gera við íslenska birki. Þeir eru litirnir. Þeir eru litirnir í kubpunum sem við fáum til þess að fá fjölbreytileikan og bara fallega áferð á efni. Áttu þér eitthvað svona uppáhaldsverk sem þú hefur gert? Við erum að biðja með henni sem ég vildi ekki selja hlut sem ég hefði skorið út og ég svaraði ekki eitthvað, ég seldi ekki bönni mín. Það er bara svo þess vegna það sem ég ger í dag. Ég er bara að gefa þetta, ég er bara að leika mér og þetta á ekki að vera vinnan mín en ég er svo mörg áhugamál að það liggur við að ég þurfi að fá mann í vinnu til þess að bara vinna við þetta, ég kemst ekki yfir þetta allt saman sem dettur í hug og kannski er það líka ágætt að ég komist ekki yfir allt sem dettur í hug. En hvernig er svona, ef þú byrjar hérna á morgnana, er þetta ekki svolítið kósí stundir? Hérna? Jú, það er yfirleitt að fá svona
setja í disk í hérna. Almennt nenni ég ekki að hlusta á hérna svona dagskrána eins og hún einfallega vegna þess að hvað er verið að rífast hitt og þetta sem ég hef engan áhuga að fylgjast með. Og þá bara vil ég vera minn eigin útvarpsstjóri. Og gleyma mig bara hérna með ekki að bara spila ég lög og hérna bara þegar ég að dunda að það. Heyrðu mig Magga, ég hugsa alltaf Magga. Mér finnst sem eldur brenni allan tímann innan í mér. Ef ég sé þig labba Inna út á götu Magga. Því ertu alltaf svona afundin við mig. Þó ég yrki ástarljóð, þú aldrei góð en Magga. Ég þrái þig.